Já, við ætlum að skoða hérna Fourier-raðir og sínus- og kósinusraðir. Byrjum á að finna hérna Fourier-raðina fyrir f af x er jafnt og f af t er jafnt og t í öðru sem t er á bilinu 0 til 2. Og sjá, þá erum við að gera ráð fyrir að þetta fallið hafi þessa forskrift á bilinu 0 upp í 2 og svo sé að lotubundið sem sagt fyrir utan þetta bil. Skulum pröfa að byrja á að tekna mynd á fallinu. Sem sagt á bilinu 0 til 2 þá lítið fallið svona út, ég með f af t eftir t í öðru. Þannig að þegar ég fæ setið 0 þá fæ ég 0 og þegar setið 2 þá fæ ég 4 og svo er það lotubundið þannig fyrir utan, þannig að þú veist það er alltaf eins. Úps, ég varst með strókleira á. Þannig að hérna myndi að vera svona, aftur svona og þessu bili aftur svona og svo framvegis. Þannig að nú er þetta lotubundið fall. Svo ætlum við að finna stuðlan í Fourier-röðinni, f af t a0 deilt með 2 pluss summan sem byrjar í k jafnt og n jafnt og 0, n jafnt og 1 fyrir geðið upp í óendalegt af n sinnum kósinus af n omega t pluss bn sinnum sínus af n omega t. Og við erum búin að sjá að það eru einfaldar formúlur fyrir hvernig an og bn stöðlanir eru. Fyrst skulum við átta okkur á að lotan hérna er t jafnt og 2. Endurtekningin, sem sagt hérna alltaf ef ég seti inn f af t pluss 2 þá fæ ég sama og hérna ef ég set bara inn t. Svo ef ég fer eitt skrif hérna áfram og þá fæ ég hérna fallgildi, ef ég fer akkurat 2 fram þá fæ ég nákvæmlega sama fallgildi. Ok, þetta er lotubundið, lotan er 2. Ok, omega er 2pi deilt með lotunni, sem í þessu tilfelli pi. Þannig að omega hérna er pi og omega hérna er pi. Nú þurfum við að reikna stuðluna í marglöðinni, í hérna röðinni. Við segjum A0 í fyrsta lagi. Almenna formúlan fyrir A0, við skulum byrja á henni. Hún er 2 á móti t, heildið frá einni lotu, segjum 0 upp í t, af f af t dt. Og munið að þetta er lotubundi fall, þá skiptir einhver máli yfir hvað lotu við heildum. Það þarf bara að vera yfir akkurat eina lotu. En sjáum nú til, látum hérna 2 á móti 2, heildi frá 0 upp í 2 af fallinu mínu, t í öðru dt. Og ég segi, það skiptir einhver máli yfir hvaða lotu við heildum. Það þýðir samt ekki að hér getum við allt í einu sagt, 2 breyt, þá sko sleppa honum, hérna ætla ég heilda í stað frá mínus 1 upp í 1, t í öðru dt. Vegna þess að formúlan fyrir fallinu mínu, lotabundna fallinu mínu, á bilinu mínus 1 til 1 er ekki t í öðru. Svo þá erum við að skoða þetta hérna bil. Sannarlega fæ ég það sama ef ég heilda hérna undir þessum hluta ferilsins eins og ef ég heilda bara frá 0 upp í 2 en formúla fallsins á þessu hérna bili er alls ekki t í öðru, heldur t í öðru pluss 2 eins og sést. Þannig að þá þurfti ég að skipta síðan upp í 2 bil og heilda hvoru fyrir sig. Þannig að við höldum okkur hérna bara við akkurat bili þar sem við vitum hvernig fallið er skilgrænt. Ok, hver formúla fallsins er. Ok, nú heldum við þetta og það er einfalt mál, tökum nú bara út þessa vilsu hérna og segjum eftir t í þriðju á bilinu 0 til 2, þetta er greinilega 8 þriðju. Ok, þá er komið A0, þá erum við eftir AN og BN og við skulum skrifa það upp. Skulum AN, það er 2 á móti t, heildi frá 0 upp í t, f af t, sinnum kósinus af n omega t, alveg almennt. Þetta er formúlan fyrir stuðlinum AN. Og við setjum inn í þetta, við segjum 2 á móti t sem er 2, heildi frá 0 upp í 2, fallið mitt t í öðru, sinnum kósinus af n omega t, sem sagt n pi t dt. Og svo sláum við þessu einfallega bara inn í reiknivélina okkar og sjáum hvað við fáum út. Sjáum að þetta verður svo mikið sem 2 sinnum 2n sinnum kósinus af 2n pi sinnum pi pluss svo ég 2n í öðru pi í öðru mínus 1 sinnum sínus af n sinnum 2 sinnum pi og svín lokast deilt með þetta sé svo seinni svín lokast n í þriðja sinnum pi í þriðja, sé svona. Og þetta lítur kannski leiðilegt í fyrstu en ég sjá að hérna er með sínus af n sinnum 2 sinnum pi, við veitum að það er 0, þannig að allir þessu hérna liður verið 0
og svo erum við kósinus af 2 sinnum n sinnum pi og við vitum að það er alltaf 1. Þannig að eftir stendur nú eitthvað svo einfalt sem 4n pi deilt með n í þriðja sinnum pi í þriðja sem við getum einfalda n frekar í 4 á móti n í öðru sinnum pi í öðru. Og ég kom með an stuðlana mína. Þá er það bn. Ég er með 2 á móti t, heildi frá 0 upp í t, f af t sinnum sínus af n omega t til t. Og við heildum þetta 2 á móti 2, heildi frá 0 upp í 2, t í öðru sinnum sínus af n sinnum pi sinnum t. dt. Og ok, nú fekk kannski einhver að spá í. Já, hérna við skulum spá aðeins með oddstæði og jafnstæðafellin. Og ég veit að sínus af t er oddstætt fall og ég veit að sínus í öðru er yfirleitt jafnstætt fall. Og þá er ég með oddstætt fall sem jafnstætt fall og það er allt í allt oddstætt fall og þá verður þetta þá ekki bara 0. En það er alls ekki tilfellið vegna þess að ég er að heilda hérna á bili frá 0 upp í 2. Þannig að það að þetta sé oddstætt fall skiptir akkurat engu máli. Það er bara ef ég er að heilda á bili sem er samhvert upsilonásins, til dæmis frá -2 upp í 2, að þá væri ég með sannlega oddstætt fall, ef ég væri með oddstætt fall, að þá væri heildin 0. En það er ekki einu sinni með vegna þess að t í öðru fallið mitt. Það hefur þessa forskrift hérna á bili 0 til 2, en það er sannlega ekki oddstætt ef við skoðum myndina hérna. Ef ég fer 1 skref hérna, þá fæ ég ekki mínus sama ef ég fer 1 skref í hináttina. Þannig að þetta er ekki einu svona oddstætt fall. Og maður geti freistast til að halda það. Við skulum sjá hvað við gerum svo í raun og veru á þess að við sem að freistast eitthvað. Við heldum þetta bara með reiknivélinu okkar og við fáum svo mikið sem -2 sinnum 2n í öðru pi í öðru -1 sinnum kósinus af 2n pi -2 sinnum n sinnum pi sinnum sínus af 2 sinnum n sinnum pi og svo pluss 1. Sér svona. Og allt þetta hérna deilt með n í þriðja sinnum pi í þriðja. Og þá sjáum við, já, sínus af 2n pi, sáliðið verið 0, ekki gleyma samt þessu hér, hann er ekki 0. Og kósinus af 2n pi, það er 1. Þannig að skulum skrifa hvað verður eftir. Það verður, skrifa bara hérna, -2 sinnum 2n í öðru pi í öðru -1. Og svo hérna þessi síðasti pluss 1 hérna. Deilt með n í þriðja pi í þriðja. Og svo getum við einfaldað þetta enn frekar þetta verið -4 n í öðru pi í öðru pluss 1 -1 deilt með n í þriðja pi í þriðja. Þetta verður einfaldað -4 móti n sinnum pi. Þannig að Fourier-röðin á að minnstakosti á bilinu opnabilinu frá 0 til 2 munið að Fourier-röðin er jafnt, fallið er jafnt Fourier-röðinu allstaðar sem að fallið er samfellt og við skoðum myndinu okkar enn einu sinni hérna fallinu þá sjáum við að það er samfellt á opnabilinu frá 0 til 2 það er ekki samfellt inn í 2 og sannarlega ekki samfellt inn í 0 heldur. Þannig að við segjum þetta er Fourier-röðin á bilinu 0 til 2 hún er f af t er jafnt og 4/3 pluss summan af n jafnt og 1 upp í óendalegt af a-liðnum 4 deilt með n í öðru pi í öðru sinnum kósinus af n omega t pluss b-liðurinn minn sem var í mínus, skulum hafa mínus hérna mínus 4 á móti n sinnum pi sinnum sínus af n omega t skrifað omega en við vitum að omega er pi þannig við skulum skrifa það hérna. Svona. Ok, aðdöfum núna. Hvað gerist þegar bara í ganni? Við erum komið Fourier-röðin og hún stendur hér. Og við vitum að þetta er jafnt fallinu t í öðru akkurat á bilinu 0 og upp í 2 á opnabilinu. Hvað gerist þegar t er jafnt á 0 í þessari summu? Hvað gerist þá hérna í summinu? Við fáum 4/3 pluss summan n jafnt á 1 upp í óendalegt og hvað við erum með kósinus af 0 þá erum við 1 þannig að þetta verður summan af 4 deilt með n í öðru pi í öðru og sínus af 0 er 0 þannig að þetta hér verður summa mín. Ég get tekið 4 á móti pi í öðru út fyrir svigar með 4/3 pluss summan sinnum 4 deilt með pi í öðru hérna
1 á móti n í öðru n fyrir frá einum upp í óendalegt. Og það vill svo til að þetta er samleind runa og það er hægt að reikna út hvað við fáum þegar við reiknum saman alla liðina. Gerum það bara í ganni með reiknivélina og sjá hvað gerist. 4/3 pluss 4 á móti pi öðru sinnum pi öðru deilt með 6 er summan. Þannig að allt í allt verður þetta 2. Og þá er sér að þegar t er 0, þá er þetta alls ekki jafnt á falli vegna þess að þetta er ekki jafnt á 0 í öðru sem er 0. Og aftur á móti ef t er 2, já, þá verður summan nákvæmlega eins vegna þess að ef t er 2 hérna, þá er ég með 2n sinnum pi sem er líka 1 og ég er með 2n sinnum pi sem er 0. Þannig að ég fæ nákvæmlega sama. Þá fæ ég summan verður 2 sem er ekki jafnt og þegar t er 2 í fallinu mínu þá er ég með 2 í öðru, það er 4. Þannig að í endapunktunum er Fourier-röðin mín ekki jöfn fallinu. Skulum pröfa að sjá mynd af Fourier-röðinni. Skulum sjá hérna. Hérna erum við mynd af fyrstu 25 liðunum í Fourier-röðinni. Skulum sjá hvað er hér hérna. Og sjáðu hvernig þetta snýst hérna í kringu fallið en akkurat í endapunktunum í 2 þá er fallið hérna 2 og hérna í 0 þá er hérna Fourier-röðin mín líka 2 á meðan fallið náttúrulega líka bara hingað. Bláa línan er sem sagt fallið eftir að taka það fram og rauða línan er 25 fyrstu liðinir í Fourier-röðinni. Ok, skulum pröfa að taka sama dæmi og reikna núna sínusröðina og kósinusröðina. Þá er komið að sínusröðinni og við byrjum alltaf á þegar við ætlum að finna sínusröðina að útvika fallið okkar þannig að það sé oddstætt. Þannig að teiknum hérna upp skissu af fallinu 2, 2, 4, þannig hérna á þessu bilið þá lítið fallið en það svona út. En svo ætla að útvika það þannig að það sé oddstætt, þannig að það þarf að vera svona hérna áfram. Og svo er það lóðabundið, þannig að hérna myndi það byrja hérna í mínus hérna 4 og svo bara svona upp og halda svona áfram veldarist. Hvernig einn svona lítið fallið út, en sjáðu akkurat á bylunum 0 til 2 og þá er ég akkurat með t í öðru. Ok, þannig að við byrjum á að segja, við útvikum fallið okkar á bilið mínus 2 til 2. Við ætlum að útvika það oddstætt og það nýja fallið okkar er kallað F-stjarna. Þá veitum við, F-stjarna er lóðabundið því við ákveðum að sé þannig, með lótuna 4. Okay, þá er omega er þá 2pi deilt með 4 eða pi deilt með 2. Og nú sjáum við að því að F stjarna er lótubundið og við ætlum að fara að reikna Fourier-röðina fyrir hann. Þá þegar við skrifum upp AN liðina, 2 móti t, heildið frá 0 upp í t, segjum það, að F stjarna sinnum kósinus af n omega t. Að nú er ég að tala útvíkkaða fallið hérna, þá má ég heldur yfir hvaða lótu sem er, ég þarf bara að passa mig að hafa réttu formúlu. Þannig að ég breyti hérna mörkunum mínum segi í staði fyrir að heilda frá 0 upp í t, ætla ég heilda frá mínus t deilt með 2 upp í t deilt með 2. Ég sérst að heildi yfir bíl sem er samhvert hérna uppslórósinn og ég er með oddstætt fall sinnum jafnstætt fall, allt í allt er það oddstætt fall og þessi liður vera allir 0. Meira sérlega þegar n er 0. Eða n er 0 þá erum við bara með kósinus af 0 sem er 1. Ok, við getum snúið okkur það beint á að reikna bn liðina. Við segjum bn er 2 móti t heildið frá mínus t deilt með 2 upp í t deilt með 2 af f útvikkað snum sínus af n omega t dt. Ok, nú vitum við að f hana útvikkar oddstætt fall, hann er með oddstætt fall sem oddstætt fall og ég get breytt þessi í að vera með fallið 2 móti t sinnum
tvisvar sinnum heildi frá 0 upp í t deilt með 2 af því það er jafnstætt, oddstætt sem oddstættur jafnstætt. Þannig heilda tvisvar frá 0 upp í t deilt með 2 út eitthvað að falli mitt oddstæða fallið f stjarna sinnum sínus af n omega t. Og svo veit ég að akkurat þegar ég á bilinu frá 0 til 2, nú þá útvikað að falli mitt formúlan fyrir f stjarna alveg eins og formúlan fyrir f. Svo þetta hér f stjarna. Og svo heldur hún áfram lótubindi hérna áfram. En þú veist, á þessu bili þetta formúlan fyrir f stjarnu. Þannig að ég get sagt, ok, þetta satt heildið frá 0 upp í t deilt með 2 af fallinu mínu bara, aðeins að ég búið útvöka, sinnum sínus af n omega t dt og hér ástanda þá 4 á móti t. Nú, ef við hugsaum þetta aðeins almennt, bökkum eitt skrifa og segjum, ok, almennt þá erum við alltaf að finna sínusraðar, kósinusraðar fyrir föll sem á bilinu 0 til a. Þannig að við útvikum þau alltaf á bilinu mínus a til a, þá lotan mín alltaf 2. Þannig að ef ég myndi gera þetta hérna almennt, og þú veist, þá omega alltaf 2pi deilt með 2a, sem sagt pi deilt með a. Þannig að ég get sett hérna inn, og hérna inn, og hérna inn. Sett þetta, lota mín hérna 2. Hérna á að standa 2 deilt með 2, sem sagt a. Og hérna á að standa pi deilt með a, sem svona. En ok, þetta var bara til að sjá hvernig almenna formúlan fyrir sínusröðina við skulum gera þetta bara fyrir akkurat þetta fall. Þannig að við tökum bara hérna út hérna í bili. Og segjum, þetta 4 á móti t sem 4, heildi frá 0 upp í 2, fallið mitt sem t í öðru, þannig á bilinu 0 til 2, sinnum sínus af n sinnum pi deilt með 2 sinnum t dt. Og út úr þessu heildi reiknum við svo, sláum sinni reiknivélina okkar og sjáum þetta verður svo mikið sem mínus 8 sinnum n í öðru pi í öðru mínus 2 sinnum kósinus af n sinnum pi mínus 2 sinnum n sinnum sínus af n pi sinnum pi mínus 1 og svin sem við áttuna lokast og undirstriki n í þriðja, pi í þriðja. Og svo fyrir við í það að einfalda þetta mjög gjarnan og við sjáum að við erum með sínus af n sinnum pi, það 0 hérna, en við erum að passa hérna mínus 2 sinnum mínus 1, gleym honum ekki, og kósinus af n pi mínus 1 í enda, en það verður mínus 8 sinnum n í öðru pi í öðru mínus 2 sinnum mínus 1 í enda, deilt með n í þriðja, pi í þriðja. Og við getum ekki einfalda þetta mikið meira. Svo skoðum við sínusröðina, setjum upp sínusröðina á bilinu frá mínus 2 upp í 2. Það sem fallið mitt, sem ég útvikað fallið mitt samfellt, skoðum hérna myndina, séð alveg hérðan og hingaði fallið samfellt. Þannig á þessu bili fallið jaft sínusröða sinni. F af t jaft og summan frá 1 upp í óendalegt af mínus 8 sinnum n í öðru pi í öðru mínus 2 sinnum mínus 1 í enda pluss 2 deilt með n í þriðja pi í þriðja sinnum sínus af n sinnum pi deilt með 2 sinnum t. Og sjáðu, að því þetta gildir á bilinu mínus 2 til 2, þá sér í lagi gildir þetta á bilinu 0 til 2. Það sem að 0 með, hálfopna bilinu frá 0 upp í 2, þar sem 2 ekki með. Pröfum að sjá hvað gerist í ganni, hvað gerist ef t jaft á 2. Þá hérna summa mín, þá hérna sínus af 2, það verður sínus af n sinnum pi, þannig að það verður 0. Ef t jaft á 2 summan jaft á 0 sem sannarlega ekki jaft á f af 2. F af 2 4. Pröfum að sjá hvort við sjáum einhver merki þetta á myndinni af fallinu. Skulum sjá. Skoðum aftur eins og áðan fyrstu 25 liðina í ganni.
Hún lítur svona út. Við sjáum í 0 er fallið 0, rauða línan er núna sínusröða mín. Í 0 er sínusröða mín 0, alveg svo fallið, en þegar í 2 þá gefur suman mér 0, á meðan fallið mitt er 4. Þetta er fyrstu 25 liðinir hérna. Bara til að taka eitthvað, það var bara út í bláin, þetta er 25. Og já, hendum bara líka í að skoða kósinsröðina. Nú, til að finna kósinsröðina þá viljum við bara fá kósinsliðina með og þá byrjum við að útvíkka fallið okkar oddstætt. Útvíkkum f af t oddstætt, jafnstætt. Til að fá sínusröðina útvíkkum oddstætt, til að fá kósinsröðina útvíkkum við jafnstætt. Og í útvíktum á bilið -2 til 2, þá lotan okkar 4 og omega eins og áðan pi deilt með 2. Og núna þá bn, munið sem var skilgreind sem 2 á móti t sinnum heildi frá -t½ upp í t½ af f útvíkkuðu sinnum sínus af n omega t. Það gefur mér þá jafnstætt fall sinnum oddstætt fall sem oddstætt fall og út úr þessu fæ ég 0. Ok, skoðum aðeins hvernig útvíkkaða fallið lítur út. Við risum þetta upp hérna. Teiknum grófa mynd af þessu öllu saman. 2, 4, 2, 4. Svo setjum við fallið mitt t í öðru hérna. Og ef ég ætla að útvíkka það jafnstætt, þá held ég mig áfram með ferilinn hingað. Þannig að útvíkkaða fallið mitt f stjarna t í öðru á bilinu -2 til 2. En hvernig það fyrir utan það bil? Þá það aftur svona og svo aftur svona. Þannig að svona lítur jafnstætt útvíkkaða fallið út. Við erum að gera lótubundi. Ok, við þurfum ekki að reikna út b-in þegar þeir stöðlar allir 0, þannig að við förum í a-stöðlana og segjum a0 til að byrja með. 2 á móti t heildi frá -2 upp í 2 af t í öðru dt. Sem að við gætum sannarlega reiknað í staðinn 2 sinnum heildi frá 0 upp í 2 af því að t í öðru jafnstætt fall. Og það aðeins einfaldara. Ögn einfaldara ekki mikið og við fáum að a0 stöðlinn 8/3. Þá förum við í an almennt fyrir n sem náttúrulega tala. Við segjum það 2 á móti t heildi frá -t deilt með 2 upp í t deilt með 2 f útvíkkað sem kósinus af n omega t dt, þetta almenna formúlan. Eða við getum notað almennu formúlan sem við leitum út fyrir akkurat stuðlan í þessu tilfelli. En við skulum setja bara beintin í þetta. 2 á móti 4 heildi frá -2 upp í 2. F útvíkkað skrifum það bara áfram, f útvíkkað kósinus af n sinnum pi deilt með 2 sinnum t dt. Og við segjum þetta jafnstætt fall sinnum jafnstætt fall, þannig að ég má heilda 2 sinnum frá 0 upp í 2, þannig að 2 sinnum 2 deilt með 4 er 1. Útvíkkaða fallið mitt kósinus af n sinnum pi deilt með 2 sinnum t dt. Og séðu hérna var útvíkkaða fallið mitt sannarlega jafnt og fallið á öllu bilinu frá -2 til 2, en sér í lagi það eins þegar ég sleppi hérna þessu á bilinu 0 til 2. Sér í lagi fallið náttúrulega alltaf alveg sama hvernig það byrjaði á að vera. Hérna útvíkkaða fallið jafnt fallinu á bilinu 0 til 2. Þannig að við setjum það inn hérna, við erum með heildi frá 0 upp í 2 af t í öðru sinnum kósinus af n sinnum pi deilt með 2 sinnum t dt. Sláum sinni reiknivélina okkar og hvað ætli komi. Fáum hérna 8 sinnum 2n sinnum kósinus af n pi sinnum pi pluss n í öðru sinnum pi í öðru -2 sinnum sínus af n pi og svo í lokast deilt með n í þriðja pi í þriðja
og þetta gefur 8 sinnum kósinus af NP 1, þannig að 2 NP og sínus af NP 0, þannig að látum við þetta standa svona, n í þriðja, pi í þriðja og einföldum þetta í 16 á móti n í öðru sinnum pi í öðru. Sér svona. Ok. Þá kósinusröðin á bilinu mínus 32 og reyndar þá sérilagi á bilinu 0 til 2. Það það sem við höfum aðalega áhuga á, skrifum það bara af, bilinu 0 til 2 þá f af t í aftóg 4 þriðju, 8 þriðju deilt með 2 pluss summan sem byrjar 1 og fyrir bjó óendilegt af stuðlunum mínus 1 í enda. Ég glemdi hérna mínus 1 í enda. Cosine of n sinnum pi, ég sagði það væri 1, það er algjör vissi á mér. Þetta cosine of n sinnum pi náttúrulega, þetta ekki 2 n pi í mislasta. Þetta mínus 1 í enda. Mínus 1 í enda, mínus 1 í enda. Það var ekki alveg svo einfalt. Mínus 1 í enda sinnum 16 deilt með n í öðru sinnum pi í öðru sinnum cosinus af því cosinusröðin af n sinnum pi deilt með 2 sinnum t. Og það góður siður að fastatir hérna sem hafa ekkert með n að gera að maður kippi þeim út fyrir summuna, út fyrir svega. Þannig er 16 deilt með pi í öðru sinnum summan sem fer frá 1 upp í óendilegt af mínus 1 í enda deilt með n í öðru sinnum cosinus af n sinnum pi deilt með 2 sinnum t. Og ljúkum við svo á að skoða mynda þessu. Skoðum svona 25 fyrstu liðina í cosinusröðinni. Og hún lítur svona út. Hérna bláa línan sem sést glitt í fyrir aftan hérna fallið sjálft og rauða línan cosinusröðin og það sér maður næstu engan mun. Við skulum pröfa að sjá hvernig þetta þróast, pröfum að fá hérna eitt lið í einu bara í cosinusröðin í ganni, sjá hvernig það gerist. Látum þetta vera síðasta í þessu myndbandi. Fyrstu 5-25 liðinir í cosinusröð falsins, og þar sem 1 og 1 bætist við. Tellir hann hérna, segir okkur hvar komnu margir liðir. Voilà!